Let's go. Og við höldum áfram umfjöllun okkar KA og hingað í settið eru komnir Húsavíkurbræðurnir, Grímsi og Hrannar. Velkomnir. Takk fyrir það. Takk. Hvernig hljóðið ykkur svona eftir fyrir hlutan á tímabilinu? Það bara ágætt. Við erum kannski ekki alveg nógu sáttir með stigasöfnuna sem framan á í sumar, en það hefur gengið ágætlega undanfarnar vikur, þannig að við erum staðurinn í að breyta því sem átt sér staði fyrir hlutamóts. Þið eru núna á öðru tímabili og oft talað um að það sé svona erfiðara tímabilið. Hvernig hópurinn að taka þessu? Þokkalega eins og staðan núna. Við byrjum mjög illa eins og sagði hérna rétt á hann. En ég persónulega trúi aldrei á eitthvað svona second season syndrome sko. En við byrjum bara ekki nógu vel en erum að stíga vel upp núna og það gengur ágætlega eins og er. Hvernig að spila með bróður sinn inn á vellinum? Er hann fyrir eða þekkir hann betur heldur en aðra leikmenn? Nei, við alltaf spilum á sitt hvoru kantinum sem betur fyrir sko. Annars svo erum við eflaust að rífast kannski eitthvað meira en það er bara, hann er góð leikmaður og það er gott að vera með honum í liði. Já, ég held ég geti sagt það bara nákvæmlega sama. Ég veit ekki, það kemur alveg fyrir að við látum hvern annan heyra kannski meira en einhver aðra og það er sennilega eitthvað meira en við varum báðir sömu megin á kantinum. Sáum við viðtali á fótbolti.net fyrir kannski 1 eða 2 árum síðan og sagði að fallegasti maður á landinu væri Grímsi. Það er gott samband á milli ykkar. Já, við erum mjög góðir vinir sko. Ég man þetta ekki, þetta var örugglega, hvað var þetta eftir leikinn á móti Fjölni eða örugglega þegar kom þið kynþokka vilti leikmaður deildarinnar eða eitthvað. Maður verður að bakka hann upp í því eins og öll öðru en já, við erum mjög góðir vinir og við allir bræður erum það, þannig að sem bara mjög gott. Nú komið þið frá Húsavík, frá Völsung. Og eru þið ekkert einir það í meistaraflokkunum hjá KA? Man hlýtur að spyrja sig, hvað er í gangi þarna á Húsavík? Ég veit það ekki sko, maður fær þessar spurningar svo sem mjög oft sko, en þetta er bara, ég veit það ekki. Við bara, einu sem við gerum í rauninni þegar við erum yngri erum að vera í hópbolt sko. Það er líka skemmtilega sem er hægt að gera sko. Já, við hefum fengið þessar spurningum milljón sinnum áður og við erum pottþétt ekki einir það, semst einu Húsvíkingin sem hafa fengið þessa spurningu. Og ég veit ekki hvort sé eitthvað eitt rétt svar við þessari spurningu en eins og hann segir, það þekktist ekkert og ég þekki kannski ekki nógu vel í dag en þegar við vorum yngri þá þekktist ekkert annað heldur en bara vera í fótbolta og 80% kannski af krökkum voru bara í fótbolta á þessum tíma þannig að það er ekki þannig að við höfðum einhverja betri aðstöðu heldur en aðrir. Við æfðum 8 mánuði á ári bara á gólfi, bara á handboltagólfi í höllinni heima sko. Fengum ekki Gjörgæsvöll fyrir enn 2013, þannig að ekki er þetta eitthvað aðstæðan og þakka eitthvað svoleið, kannski bara samfélagi í heild sinni, mikið fótboltasamfélag. Já. Og kannski líka að þið byrjuðu ungir að spila með meistaraflokki og það kannski telur eitthvað inn í líka? Já, ég held nefnilega að það hjálpar mikið til út því að það er mikið af leikmönnum sem að fá kannski ekki endilega sénsinn með meistaraflokknum hjá sínu félagi fyrir að þeir orðnir 19 ára gamlir eitthvað, þeir eru gengnir upp í öðrum flokk. En ég eins og til dæmis bara fyrir sjálfa mig, ég spilaði minn fyrsta meistaraflokksleik sumar sem ég var 16 ára, ég var ennþá 15 ára þá og á mínum annarflokksaldri sem eru 3 ár, ég spilaði ekki einasta annarflokksleik með Völsungi sko. Þannig að ég spilaði bara með meistaraflokk frá því ég var 15 ára, bara frá því ég fór upp úr 3. flokknum sko. Þannig að sjálfsögðu hjálpar það að gefa manni aukna reynslu og spila fullorðinsbolta. Það er allt öðruvísi heldur en að vera að spila í öðrum flokknum. Hallgrímur, nú ferð þú að spila með Víkingum í efstu deild og ert núna að spila með KA. Þú ert í ágætri aðstöðu kannski til þess að bera saman. Er munur á því að vera í liði á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni? Það er alltaf stærsti munurinn er ferðalögin sko, í leikina sko. En annars finnst mér ekki sko, þegar ég fór í Víking frá KA sko, þá alltaf var gæðamunurinn mun meiri sko, meiri tempó hjá Víking. En eins og staðan er í dag sé ég lítið mun, bara fyrir utan ferðalögin sko. Og nú vinnur þú líka hjá KA, þú æfir hjá KA, spila með KA og verið að vinna upp á svæðinu. Þekkir hvern krók og kíma. Hvernig vinnustaður er KA-heimilið?
Það ógeðslega gaman sko. Náttúrulega, ég ákvað náttúrulega bara, mér var búinn þessi vinna þegar fyrir 3-4 árum, ég man það ekki alveg og ég náttúrulega ákvað bara að taka hann út því að ég var náttúrulega í fótbolta. Þetta góð vinna með fótboltanum og maður þekki hann bara sjálf þegar maður var að vinna í bakaríinu á Húsavík þegar maður var í Völsungi sko, þá vorum við semst að reka bakaríið sko og það var mikið starfsfólki í bakaríinu sem var að spila fótbolta, hvort sem voru stelpurnar eða við strákarnir skilurðu. Og eins og ef það eru leikir á virkum dögum og það var leiðilegt að biðja frí. Maður þekkir það bara, pabbi og mamma áttu bakaríið og það var alltaf pirrandi þegar starfsmenn komu kannski og þurfti að vinna styttra eða fá frí á leikdegi eða eitthvað svona. Þannig að hjá Káa, að vinna hjá Káa, þá er þetta ekkert vesen. Maður að vinna hjá Káa og spila með Káa, þá þetta bara, það ekkert mál. Þannig að þess vegna tók ég þessa vinna á sínum tíma. En að hafa verið í Káa-heimilinu og Akureyri öll á sumrin í öll þessi ár, mér finnst það geggjað sko. Ég elska fólki hérna við Káa-heimili og svo alltaf auðvitað strákarnir sem með mér á Akureyri, Ræko og fleiri, fyrir eftir náttúrulega ekki allir, það ekki sömu strákar að vinna á Akureyri ár eftir ár en ég og Ræko höfum haldið tryggð við þetta og við erum mjög góðir vinnir og bara eins og allir upp í Káa-heimili. En Káa? Ég meina, ef þú stefnir ekki hátt þá gerirðu ekki neitt sko. Ég trúi því allavega ef þú ætlar einhverja hluti þá verður að trúa því og setja markmið sko. Og markmið hjá Káa fyrir þetta tímabil var ekki hjá liðinu, það er ekki þannig séð að við ætlum að ná Evrópusæti eða eitthvað svoleiðis og að kannski hópurinn hafi verið séð nógu sterkur. Við náttúrulega endum í 7. sæti fyrra og markmiðið núna í sumar var bara að gera betur en í fyrra og svo náttúrulega bara, ef því markmiðið náðu snemma skilurðu, þá kannski getur menn sest saman aftur niður eftir hálft mót og sé hvernig stöðu liðið í og þá kannski sett sér einhver ný markmið. En markmiðið fyrir mót, það var bara eins klisjulega og leiðilega hljóma, það var bara gera betur en í fyrra og sjá svo bara til sko. Ég veit að eins og hjá stjórninni, þeir settu sér ekki markmið, þeir settu sér markmið 2015 eða 16 örugglega koma liðin upp og ná einhverju topp X sætum sko. En það var ekki 2 ára markmið sko. Ég held að það markmið hafi verið töluvert lengri en það, þannig að menn ekkert í einhverju paníki þó að við höfum verið í fallbaráttu fyrir 3 umferðum síðan sko. Hafið þið eitthvað rætt það að fara aftur í Völsung og jafnvel enda ferilinn þar eða eru menn bara komnir á réttan stað í Káa? Við erum 5 eða 6 húsingar í liðinu og þetta kemur auðvitað upp í umræðuna milli okkar allra sko. Tölum mikið Völsung og fylgjumst mikið með Völsung sko, þannig að... Já, ég held að auðvitað það kitlar auðvitað og ég held að það kæmi ekki óvart að það myndi ske einn daginn að við myndum fara heim og spila aftur sko með Völsung. Ég ætla að gera það sko, ég 100% svo því. Nú tíminn að renna frá okkur. Síðasta spurning, hvor ykkar betri í fótbolta? Það nóg Brynir, það ég. Já, við... Ef ekki að segja hann sé betri sóknarmaður, ég sé betri varnarmaður. Við erum alltaf verið sem leikmenn en ég held að allir heilvita menn sjáu það kannski að tæknilega séð Hallgrímur betri en ég sko. Ég ekkert feiminn að segja það sko. Mér alltaf fundist það sko og hann hann hæfileikaríkastur á okkur bræðurum með boltan sko, þannig að það engin spurning finnst mér. Þakka ykkur kærlega fyrir spjallið. Við kíkjum á smá auglýsingar og svo hittum við Sjöttara beint eftir auglýsingar.